Já, komið þið sæl, velkomin í Pírata podcast. Við ætlum okkur að þetta séu vikulegir þættir, þar sem að við fáum mismunandi fólk til þess að spjalla saman, 2 og 2 í hver skipti. Og í þessum fyrsta þætti, þá erum við hingað mætt, ég, Halldór Auðar Svansson, núverandi oddviti Pírata í Reykjavík og Dóra Björt Guðjónsdóttir sem er væntanlegur oddviti Pírata í Reykjavík og er að fara að leiða kosningabaráttu fyrir okkur. Komdu sæl. Sæl. Já, við ætlum að fara aðeins yfir nokkur Pírata borgartengd málefni. Við ætlum kannski að byrja aðeins á að kynna þig, Dóra, og Já. þinn bakgrunn, svona þína löngu veru í Noregi og hvað þú telur hafa lært af því og kannski munin á Noregi og Íslandi svona pólitískt. Já, hann er nú talsverður, skal ég segja. Ég hlakka til að Það er heyra nú málið. Maður Já. hefur nú séð smá að því í fréttum og öðru, sko, að Nákvæmlega. hvernig kúltúrin er öðruvísi. Algjörlega. Og þá, út frá því þá ætlum við kannski að ræða svona af hverju Píratar, af hverju þú heillaðist að Píratum svona úr fjarlægð og ákvast að koma hingað og skella þér með og hvernig við sjáum Pírata, af hverju þetta er mikilvægt og af hverju þetta heillar okkur. Og svo líka síðan Pírata mál í borginni sem eru þessi lýðræðistól sem að við höfum verið að þróa. Og síðan kannski mikilvægt málefni til að huga til framtíðar sem er aðgengi allra að lýðræðinu. Hvernig getum við látið þetta virka til þess að allir geti tekið jafnan þátt og hvað þýðir aðgengi í svona samhengi. Nákvæmlega. Já, getum það kannski að fara að vinda okkur í, já, þú varst í Noregi í hvað, 7 ár Já, samfleitt? ég flutti út 2009 til að fara í nám og menntaði mig í heimspeki og alþjóðafræðum í Noregi og svo fór ég líka í skiptinám til Berlínar og þar upplifði ég allt aðra stjórnmálamenningu en það sem við búum við á Íslandi í dag, þar sem að stjórnmálafólk tekur raunverulega pólitíska ábyrgð, þar sem að stjórnmálafólk er upptekið af því að kjósendur beri traust til þeirra, til dæmis, þannig að það er algengar en ekki ef að eitthvað kemur upp á og til dæmis ráðherrar missa traust út af einhverju máli, hvers svo mikilvægt eða þannig sé lítilvægt að er, þá fara þeir frá og það snýst ekki um það að þeir mér finnst við vera svolítið í því en á Íslandi að margir líta svo á að ef að þú ferð frá sem stjórnmálamanniski þá ertu að viðurkenna mistöku þín. Já, þú veist að kyngja stolti og Já. eitthvað svona mitt veikleika merki að þurfa að... Já, nákvæmlega, þá ertu í raun að segja að ég gerði eitthvað rangt og það er svona að ferja frá, en það er náttúrulega misskilningur á þessu öllu saman finnst mér vegna þess að þetta snýst um það að þú hafir traust frá þeim sem að gefa þér umboð þitt Já. og mér finnst stjórnmálafólk í Noregi vera miklu meðvitaðir um þetta. Já. Þannig að jafnvel þó að margir út í samfélaginu sé ekki sammála því að manneskjan hafi gert eitthvað rangt, þá fer hún frá út af því að hún vill halda trausti almennings. Já, og kannski á embættið laskist ekki og geti haldið áfram án þess að eitthvað svona sé að trufla. Sko. Nákvæmlega, svo þetta fari ekki að grafa undan bara trausti á stjórnmálum almennt. Akkurat. Þannig að mér finnst það alltaf, mér varst mjög fallegt að horfa upp á þetta og þetta var auðvitað algjörlega nýtt fyrir mér að hérna sjáum við og horfum við upp á stjórnmálafólk sem bara situr sama hvað, hérna raular og tautar og það er algjörlega galið, sko. Já, þetta er svakaleg harka alltaf. Það er eins og fólk hafi barist svo mikið fyrir að koma sér í þessa stöðu og þá bara leiðu að það gefur eitthvað frá sér. Þá er það bara búið, sko. Það er svolítið pælingin. Nákvæmlega, algjörlega. Aldrei viðurkenna mistökin, já, það er einhvern veginn markmið. Og ég man til dæmis eftir einum ráðherra sem að fór frá eftir ákveðið mál sem að þótti tiltölulega lítilvægt en hann ákvað að fara frá, hann var hluti af sósíalistisk venstrepartí sem er eins og VFG Noregs og
og það var tengt einhverjum peningum sem að var varið í félagsskap sem að stóð fyrir sjálfsvarnar námskeiðum fyrir konur og fólki sem að stóð að þessum félagsskap var tengt flokknum hans en þó var ekki beintengt og það hlaut einhvers konar fjárhagsstuðning frá ráðuneytinu sem að komi sjálf sér ráðherranum ekki við, það var ekki hann sem fór yfir þessar umsóknir en hann ákvað að fara frá af því að hann sagði að þetta skiptir ekki máli hversu slæmt eða gott þetta er, það sem skiptir máli er að það er eitthvað fólk hann út sem að treyst mér ekki til þess að vera í þessu embætti og hann hélt áfram og sterkari fyrir vikið og það er það sem er mikilvægt að þegar þú sýnir að þú berir virðingu fyrir þessu á þennan hátt þá ertu líka mögulega bara að styrkja þig sem pólitíkus. En annað sem að mér finnst vera munur á milli Íslands og Noregs er þessi pólitíska menning, þessi lýðræðismenning að fólk almennt er miklu meðvitaðir það að lýðræði skipti máli að það er einhvern veginn lítur á þetta sem mikilvægt gildi sem að þarf að sko standa vörðum. Já, lýðræði þá í víðum skilningi. Já, og það er ofta tala miklu meira það hver er svona lýðræðislega aðferðafræðið bara meðal fólks, þú veist, í fyrirtækjum, í stofnunum, það snýst ekki bara hvað þú verður að gera eða hvað stjórnarskráin segir, það snýst menningu og meðvitund það að raddir allra eiga að heyrast og það að þú eigir að geta að búa til hafa samfélagi sem að almenningur er hluti af ákvarðanatöku ferlinu. Það sé ekki þannig að fulltrúar sitji bara einhver staðar og ákveða allt heldur verður líka að hlusta á almenning og vera í tengslum við hann. Hérna er sko þessi lýðræðisvækning finnst mér oft mjög tengd sko við kosningar og kröfum þjóðaratkvæðagreiðslu sem er náttúrulega mjög mikilvægt út af fyrir sig en mér finnst stundum og það er kannski fyrst núna kannski bara á undanförnum fáinum árum sem að fólk farið að vera aðeins meðvitaðir að þetta er töluvert meira sko, það eru alls konar ákvarðanatöku ferlar og fleira sko sem að þú losnar ekki við og getur ekki alltaf úthýst bara til sko atkvæðagreiðslu. Heldur snýst bara að taka fólk með sko alla leið. Algjörlega, og svona, hafa samráð líka þegar það er ekki mögulegt að hafa einhvers konar þjóðaratkvæðagreiðslu eða annað þegar fulltrúar eru að standa í þessari ákvarðanatöku þá verða þeir samt að hlusta. Og svo ég lít alltaf á lýðræði sem svona eins konar tré, þannig að þú ert með ákveðnar greinar sem eru hlutir eins og upplýsingafrelsi frelsi internetsins og netneutrality og svona hlutir og já, bara það að það sé jafnrétti í rauninni, að fólk sé stöðu til að taka þátt, að hafi tækifæri og möguleika til að taka þátt svona út frá félagslegum aðstæðum sínum og þessi prinsip komur svo saman í þessu tré sem að er lýðræði. Líka, ég meina frelsi fjölmiðla er auðvitað líka hluta þessu og hérna, þannig að út í Noregi það er miklu meiri meðvitund lýðræði sem svona heildar hugtak og að það er einmitt að standa vörð öll þessi undirgildi, ef við getum kallað það svo. Að hérna það er kannski þetta sem að hefur heillaði við Pírata. Já, og þetta var nefnilega málið að ég var svona lýðræðismenningar nördi einhvers staðar ein í útlöndum og horfði á Ísland og sá hvað var mikið að hérna og ákvað svo að ég satt í útlöndum og horfði upp á okkur og sá að það var bara eitt flokkur sem var eitthvað að spá í þessu og það voru þetta Píratar og mér fannst það alveg magnað að finna eina flokk sem að væri innmitt svona í rauninni sko nýþingjandi með við hversu lítil meðvitund það er þessi málin á Íslandi. Þannig að það var útrúlega ánægilegt og það var ástæðan fyrir að ég ákvað að fara að taka þátt í Pírötum og endaði svo á því að flytja heim út af Pírötum mitt. Þannig að Já, það sýnir mikilvægið. Það er bara frábært að þetta laði fólk bara að. Já, og ég er nú ekki svo, það er nefnilega máli, ég er nú ekki svo eina sem hefur flutt til Íslands út af Pírötum. Það er nú bara nokkrir fulltrúar Pírata sem hafa gert það. Þannig að það er eitthvað við Pírata sem að laðar fólk aftur heim til Íslands og það er nú gott í ástandi þar sem að ungt fólk fer til útlanda og fyrir nám og kemur svo gerðan ekkert aftur heim. Akkurat. Það er nú gott að það er einhver sem að blæs fólki von í brjóst, sko. Það er mjög, mjög gott. Já, fyrir mitt leyti, já, það var, sko, þó að ég sé nú tölvunörd sjálfur og menntaði tölvunafræðingur og svona,
það vakti sko og vissi svo sem að það væri til pírataflokkur eða flokkar við það og svona og sem að væri svona netflokkur og að það væri stofnað pírataflokkur vakti ekkit hérna ekki athygli mína alveg strax sko, það var ekki fyrir en ég sá að það var aðeins, það snýrist að hugsa hlutina svolítið dýpra sem ég fór að heilla staðis sko. Þetta væri ekki bara eitthvað svona netfrelsi heldur svona heildstæð hugsun lýðræði og réttindi fólks sko. Nákvæmlega það nefnilega málið að þetta er heilt hugmynda kerfi sem að hefur dýpkað svolítið með árunum eftir því sem að við höfum bara þroskast finnst það bara mjög gaman að fá að vera með í því algjörlega, það er yndislegt já, en svo er mitt spurningin með sko af hverju píratar og það og hérna og það er nú máli að í gamla daga var það náttúrulega þannig að almenningur varð að treysta kjörnum fulltrúum í blindni vegna þess að fólk hafði ekki aðgang að þeim nauðsynlegu upplýsingum sem þú þarft að hafa til þess að geta tekið upplýstar ákvarðanir mál. Og veita aðhald. Já. Þannig að það var auðvitað þannig að þú hafðir ekkert internet og fólk fekk bara bunga af blöðum sem það þurfti að sitja sig inn í og það var auðvitað í sjálf sér ekkert skrítið að það var ekki að færi allra að bara tæknilegar takmarkanir þannig að interneti kemur mjög sterkt inn í þetta að því leiti að það er svo gott tól til þess að vinna eftir þessum gildum. Nefnilega. Getur haft í prinsipinu sko alveg jafnt aðgengi allra upplýsingum, það er bara ákvörðunum við stað þess að hafa eitthvað í skjölum eða einhverjum innri tölvukerfum þá ætlum við bara að opna á sko. Þá þarf fólk ekki að vita hvert það var að leita eða þekkja einhvern til þess að setja sig inn í hluti heldur getur bara nálgast hlutina sjálft sko. Já, og einn forsendum og það er það sem að hefur auðvitað breyst svona síðastlegin 20-30 ár að fólk hefur aðgang að upplýsingum og þarf ekki lengur að treysta kjörnum fulltrúum í blindni, það getur sjálft haft upplýstarskoðanir stöðumála og ég meina almenningur veit oft bara betur en stjórnmálafólk eða þeir sem eiga að taka svona ákvarðanir hvað sé best að gera. Já, akkurat. Og þess vegna er nauðsynlegt að sko samhliða þessum möguleikum sem við stöndum núna framfyrir, þessum möguleikum almennings til þess að vera upplýstur, til þess að taka þátt, að búa til það umhverfi þar sem almenningur fær að taka þátt, fær að vera hluta þessu ákvarðanatökuferli, af því að það verða betri ákvarðanir teknar. Það er alltaf okkar staðfasta trú. Já, og er bara mjög lógíst sko, eftir því sem fær fleiri og það er engin manneskja veit allt allt sko. Eftir því sem fær fleiri á borðinu og mismunandi reynslu heima svo framvegir, þá getur þú dýpkað ákvarðanir sko. Algjörlega. Og ég meina að það sýnir sér líka bara, þetta snýst ekki bara ákvarðanatöku ferlið sjálft, þetta snýst líka bara aðhaldið, að það sé hlusta á almenning til dæmis þegar fulltrúar eru að gera eitthvað rangt að almenningur fylgist með og láti í sér heyra þegar það er verið að gera hluti á einhvern annan hátt en væri best á kosið. Við sjáum það nú bara að var hérna hrun út af því að meðal annars að almenningur fylgdist að einhverju leyti ekki nægilega vel með eða var kannski ekki stöðu til þess eða annað. En þetta er eitthvað sem við þurfum að efla, bæði það að fólk hafi aðgang að þessum nauðsynlegu upplýsingum til þess að veita fulltrúum aðhald, en líka bara meðvitund almennings þetta mikilvæga lýðræðis hlutverk. Akkurat. Að veita þetta aðhald. Treyst ekki alltaf í blindni, akkurat. Já, og menningin hefur mjög mikið breyst að því leyti hér, það er allavega klárt mál, það er bara spurning í hvað farveg það fer og akkurat eins og segi hvort það er skapað umhverfi fyrir aðhald almennings eða ekki sko. Já, nákvæmlega. Og svo mér finnst alltaf áhugavert að ræða þetta í tengslum við sko dvínandi kosningaþáttöku út af því að það er oft talað um að þetta sé ákveðin svona lýðræðiskrísa og fólki nennir ekki að kjósa og svo framvegis og það er að sjálfsögðu alveg rétt að það er vandamál. En ég vil snúa þessu vandamáli við og spyrja af hverju erum við þá ekki að búa til annan vettvang fyrir fólk svo að fólk geti tekið þátt á þeirra einn forsendum þar sem að það er af því að fólk
á internetinu að ræða stjórnmál, fólk hefur skoðanir, við sjáum það talað að ungt fólk sé sá hópur sem að tekur minnstan þátt, en ungt fólk rökræðir á netinu, það hittist og rökræðir, það hefur sterkar skoðanir. Það sést sko í rannsóknum á ástæðum fyrir þátttökuleysi að það er ekki áhugaleysi. Sko. Nei, það er, og sko, mín hugmynd svo að þetta sé vegna þess að fólk komið nóg að þessu kerfi sem gamaldags og vill fá að það tekur þátt, en vill kannski að þær þátttökur rásir verði valdefldar og tengist betur inn í hið raunverulega vald þar sem að ákvarðanir eru svo endinguteknar sko, þannig að ég held að það sé nauðsynlegt af því að já, fólk að samla undirskriftum, þú veist, það ýmislegt sem er gert annað en það að mæta bara og kjósa 4 ára fresti og þess vegna á það ekki að vera eini möguleikin til þátttöku. Já, það kemur mitt að því hvað hefur verið gert í Reykjavík í þeim efnum og hvernig við getum haldið áfram með það og lyft því upp á hærra stig. Nákvæmlega. En það ætlum við að taka eftir stutt hlé. Velkomin aftur. Takk. Já, nú ætlum við aðeins að ræða lýðræðistól Reykjavíkurborgar. Yes. Það dettur manni náttúrulega fyrst í hug sko, Betri Reykjavík. Já. Sem var nú sett upp á síðasta kjörtímabili og orðið svolítið svona margþætt. Byrjaði svona sem bara einfalt svona rökræðu tillögukerfi þar sem að fólk getur rökrætt tillögur á netinu og sendt inn. En svo hefur komið út úr þessu líka svona árleg kosning framkvæmdir sem að kallast hverfið mitt. Og svona ég get kannski byrjað bara að rekja mína reynslu á þessu sem er svolítið svo að hverfið mitt hefur náttúrulega gengið ansi vel og þáttaka fer vaxandi og það búið að bæta við fítusum og svona og þetta svolítið komið til að vera en svona hinnparturinn kannski ekki alveg nógu vel allavega ekki jafn vel og hverfið mitt og ég held sko að það sé að miklu leyti vegna þess að sko í hverjunu mínu þá er fjármagn í útluta fyrirfram það það sem að hefur látið þetta virka það raunverulegt peningavald þarna undir. Nákvæmlega og það svolítið mikilvægt einmitt að þegar maður að búa til svona lýðræðistól eða möguleika almennings til þáttöku í lýðræðinu að hafi raunverulegar afleiðingar til þess líka að sé þetta trust á kerfunum og slíkt þannig að svo að fólk missi ekki bara niður dampinn Já, það er nefnilega málið að því að við talað svolítið þetta stimpilsamráð sem við stundum haft að það kannski, já, fólk hefur möguleika að senda inn hugmyndir fólk hefur möguleika til þess og hins en ef það hefur ekki raunverulega afleiðingar þá hættir fólk auðvitað að taka þátt þannig ennir þess ekki. Já, ef að kerfið sjálft tekur þetta ekki alvarlega sko, þetta er bara eitthvað svona til hugsa sem eitthvað til hlíðar sem er svona sniðugt en svo erum við hérna með alvöru málin. Nákvæmlega, þetta er eitthvað svona, já, þið getið að stúla ykkur í þessu en við tökum ákvarðan hérna með. Já, þannig að, já, hverfið mitt hefur gengið rosalega vel og þáttaka hefur verið að aukast frá ári til árs, það ekki? Já, þetta datt aðeins niður en á þessu kjörtímabili hefur alltaf vaxið á milli ára, sko. Og það er af því að það er verið að taka þetta alvarlega og það er verið að bæta við að fólk geti sett inn myndir og tengt við staðsetningu á korti og skrifað ítarlegra sko, lýsingar og núna þetta ár sko, við erum búin með hugmyndasöfnun þetta ár er sko við erum farið mjög meðvitað í að tala við þá sem að senda við hugmyndir hafa samband og hjálpa fólki við að taka hugmyndinar áfram sko, í stað þess að þetta sé þannig að þetta sé bara einhver kassi sem að hugmyndir fara í og svo er bara nei, þessi passar ekki og það getur verið frústrandi fyrir fólk sko, bara að það get ekki fyllt eftir og get ekki tekið sko samtali já, ok, ef ég breyti þessu kannski aðeins svona myndi það þá virka. Algjörlega og það er kannski máli að það hefur stundu verið bara einhver svona praktískar takmarkanir á því að hugmyndi geta orðið að veruleika en það var hérna verið að segja við viljum hlusta, þú hefur hérna góða hugmynd en hún þyrfti að vera aðeins meira svona. Mér finnst þetta rosalega mikilvæg og góð breyting en er ekki alveg hægt að segja það, ég meina aukin notkun
hverfisins míns hefur náttúrulega og þessara tóla allra hefur náttúrulega farið samhliða áhuga ákveðins fólks á þessum málaflokki, þess vegna hefur þetta verið að styrkjast. Algjörlega, sko, já. Pírata. Ég náði því, sko, já, ég held að við höfum alveg hæl okkur fyrir það, sko, að við höfum tekið þetta og látið þetta blómstra á dafna svolítið. Nákvæmlega. Við höfum það alveg skuldlaust. Já, og mér fannst svolítið fallegt að heyra það að þegar við heldum borgarþingið, þá var hann hópur sem að gæludýra eigendur sem töluðum að það væri ekki nægilega mikið hlustað á þá og það væri ekki mikið samráð haft við þá ýmisleg mál en það voru þeir bara farnir að fara fram hjá kerfinu og voru bara farnir að senda inn hugmyndir í hverfið mitt í staðinn sko, sem að urðu þá að raunveruleika gegnum það þannig að það mjög fallegt að sjá það gerast líka sko. En hvortu reyndar líki yfir alltaf þess að hundagerði sem að voru sett upp í gegnum þetta voru kannski ekki alveg nægilega góð og ekki viðhaldið og þarna hefði mögulega geta komið inn sko betri útfærsla ef að það hefði verið sko haft samráð allar leið við fólkið sjálft sem að leggja inn af því að það er sko hundaeigendur sjálfur til dæmis sem að vita best hvernig svona á að líta út og eru kannski með alls konar hugmyndir sko útfærslu. Já og það hefði þurft að gerast snemma svo að það sé ekki farið í einhverja framkvæmda vinnu áður en það er búið að ræða hvernig þetta er nákvæmlega að vera. Þannig að þetta er mikið lærdómsferli sko, alltaf verið að slípa til sko hvernig er þetta að bæta og læra af sko. Nákvæmlega. Þessi mundan er gengið. Já, ég mitt sendi inn fullt af hugmyndum í hverju mitt. Það er alltaf svona smá hluti sem hægt er að bæta hér og þar og það er ekkert skrítið að einhverju fulltrúar út í bæ viti ekki nákvæmlega allt sem það þarf, ég meina við erum að tala bara svona smá framkvæmdir hér og þar sem að við þurfum almenning til þess að benda á það þannig að það er stundum sagt sko sumir sem að gagnrýna át frá því að þetta sé eitthvað sem að borgin á að sjá hvort þið er sko sem að mér finnst alltaf sko ágætt svar við því sko að það er ekkert sem að borgin sér sjálfkrafa þetta er alltaf sko eitthvað skona ferli sem að snýst að sjá að það þarf eitthvað að laga og taka síðan ákvörðun að útluta peningum og mannskap í að gera það sko þannig að þannig verður svolítið reyna að draga bara fólk inn í að vera með í því ferli sko í stað þess að þetta sé bara eitthvað staðar inn í kerfi sem er bara að sjá allt sko. Já, og ég minna og það er það náttúrulega en málið er bara að við erum að hleypa hennar fólki inn í kerfið svo að fólk getur verið hlutað í þannig að betri ákvörðunum verið teknar en að peningar. Og líka bara með formlugum og gagsæðum hætti sko, það er bara verið að draga þetta fram og hafa þetta bara fyrir öllum tjöldum sko, hérna er það sem er verið að benda á og það fyrir þennan farveg af því að það hefur, það er góða punktur, það hefur alltaf verið þannig að fólk hefur verið að pikka hingað og þangað og hafa sambandi kjörna fulltrúa eða starfsfólk og það er mjög gott mál þetta er bara kannski formgera nú þetta frekar sko. Þannig að þetta sé líka bara auðveldara og aðgengilegra fyrir fólk þetta er svolítið svona eins og þegar hérna, ef við að taka eitt dæmi með bara mannréttindi almennt það er oft sagt að við þurfum ekkert hérna ég meina samningu Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, hann kom til ekki út af því að hann er að bæta einhverju við mannréttindi sem voru til nú þegar heldur út af því að það var ekki nægilega verið að fylgja því eftir af því að það er einhver þú veist, maður er kannski, ég meina það er auðvitað að segja borgin á bara að retta þessu en ég meina það er alltaf takmarkaður peningur í boði og fólk þarf að hafa vitneskju til að geta gert hlutina þannig að einmitt, og bara mikilvægt að setja hluti á blað og það er bara mikilvægur líður í allri stjórnun sko, maður talar nú ekki sko svona rosa stórt apparat eins og borgin er að vera með sko bara hnitmiða stefnumörkun og bara markmiðasetningu til þess að það sé allir að sömu blaðsíðu sko, þannig að ég hef til dæmis leitt sko stefnumótun í upplýsingastefnu borgarinnar og þjónustustefnu sem eru bara nokkur einfaldi punktar sem að virðast pínu augljósir mörgum en það skiptir miklu máli að hafa þetta niður á blaði og þá tekur starfsfólk þetta og vinnur áfram og gera skónar aðgerðir úr þessu og svo fyrir framvegið sko. Nákvæmlega. Svo þetta týnist ekki og þetta sé ekki bara eitthvað sem á að reddast að sjálfur sér. Nei, nákvæmlega. Það er sjaldnast þannig. Ef það væri þannig þá væri náttúrulega allt bara fullkomið. Já, ég veit. Það er bara fullkomnara. Allt fullkomnara, já.
Já, en þetta er nefnilega málið að það er það sem að ég hef kannski séð sko að það er líka hægt að vera með alls konar stefnur og alls konar góðar hugmyndir en það þarf líka að fylgja því eftir. Já, akkurat. Og það þarf oft fólk að koma að borðinu sem að hefur upplifað það að það er ekki verið að gera það nægilega vel. Akkurat, já. Það er önnur gagnrýni sem að kemur stundum að svona stefnumótun að þetta sé bara eitthvað á blaði og sem það er ekki endilega fyllt eftir en það þarf hvort ekki, það þarf að byrja á því að setja sér markmið og svo þarf líka að vinna mjög markvist að því að fylgja þeim eftir, það er alveg klármál og breyta menningunni og reyna að gera þetta svolítið að hluta að kerfinu sko. Að þetta sé ekki eitthvað svona sniðut sem bara til hlíðar og einhvern veginn sér málaflokkur, þetta sé bara hlut innbyggt sko. Það er nefnilega það er mjög mikilvægt. Já, og þetta kemur svolítið inn á annað málefni sem að ég hef heyrt mikið undanfarið sem er sko samráð við, ég meina fólk í borginni og ýmis hagsmunasamtök og einstaklinga það þegar verið að móta svona, stefnur eða hvernig stefnum er framfylgt út af því að og þetta stimpilsamráð sem vorum að tala að því það er eitt að segjast að ætla að vera með samráð og segja að hagsmunasamtök og einstaklingar hafa fengið að koma að en ef það gerist það seint að það er ekki hægt að breyta kúrs þetta hefur það engin raunverulega áhrif. Akkurat, skiptir máli að það sé alveg frá upphafi og virst sko, akkurat. Þetta er nokkuð sem að þarf bara að vera á hreinu sko. Hvernig ferlið er og að þetta skiptir máli. Já, nákvæmlega. Og þetta hef ég sérstaklega fengið að heyra frá ýmsum sérfræðingum málum fatlaðs fólks og líka ég meina og ég bara í málum fleiri settur á hópa að þetta snýst ekki alltaf sko að nota meiri peninga í málaflokk til dæmis. Það er það sem ég heyri svo oft. Það er bara verið að nýta peningana á markvissara, skilur við betur. Og það gerur með því að hlusta á hverjar eru þarfinar nákvæmlega sko. Ekki bara segja, nei, við vorum að auka hérna sko, fjármagn til ykkar og hvað er það vandamálið? Þegar það er kannski ekki endilega að fara í rétta hluti sko. Nei, það er nefnilega málið og það er það sem er erfitt. Þetta er auðvitað stórt kerfi og og mikið af fólki og mikið af þörfum og alls konar svoleiðis. Og þess vegna verða þessir sérfræðingar og bara einstaklingar, hagsmunasamtök, allir sem að þekkja vel til að koma að og móta, bæði stefnu og framfylgd og þannig að þetta er alltaf eitthvað sem er mjög mikilvægt að tala og þó að sé jafnvel verið að gera þetta nú þegar, þá er hægt að gera þetta betur og fyrr og kannski á breiðari grundvelli. Algjörlega sko, ég held að þar höfum við fullt erindi til að taka svona lagað áfram og bara vera hlusta sko. Akkurat, svo sem að bendir á hvað betur mætti fara í þessum ferlum sko. Út af því að það sem að Píratar standa fyrir er þessi valddreifing að við höfum kannski aðra sýn á það hvað er að vera fulltrúi í pólitík heldur en margir aðrir flokkar hafa. Við viljum vera einhvers konar ef þetta er gjallarhorn fyrir almenning þessi brú á milli tengingin á milli þannig að fólk geti af því að við erum auðvitað að reyna að dreifa valdinu með beinulýðræði á mörgum vettvangi en þar sem við erum ennþá í þessu fulltrúalýðræði sem er náttúrulega ákveðin praktísk takmörkun á lýðræðinu þá verða fulltrúar samt að reyna að opna sig og opna kerfið og nýta sína stöðu til þess með þessari tengingu sko. Mér finnst það rosalega mikilvægt. Akkurat, og þar er náttúrulega upplýsingagjöf og gagnsæi grunnurinn sko. Nákvæmlega. Svo að það sé hægt og það er bara þægilegra fyrir alla sko, í stað þess að til dæmis að ég sem fulltrúi þurfi að svara sko einhverju fyrirspurn með því að finna eitthvað skjal og sendi tölvupósti. Viðkomandi geti bara jafnvel farið bara af millir eða laust beint á vefinn og sótt þetta sjálfur sko, þegar það er í boði sko. Nákvæmlega, og það snýst kannski líka það að fólk á ekki að þurfa að treysta neinum í blindni, það á bara að geta fylgst með og bara sagt, þetta er nú ekki nógu gott út af því að X og Y og ég er með bara regluna fyrir fram á mig og þetta er ekki alveg eftir þeim.
Nákvæmlega. Og þetta nú mikilvægt í tengslum við það sem að Píratar hafa verið gera í borginni líka, að opna bókhaldið Akkurat. og styrkja sem sagt rafræna þjónustu borgarinnar. Akkurat. Það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt í þessu. Já, við lagt ágætan grunn. Þetta er bara spurningum að taka það og bara hlaupa með það alla leið. Já, nákvæmlega. Og það er rosalega mikilvægt út af eins og það núna, þá er það til dæmis margar nefndir sem að vinnu og eru með fundargerðir og ýmislegt sem er svo ekki auðveldlega aðgengilegt á vefnum. Og það er víst að hægt að fá þær ef það er beðið þær, en það tekur kannski einhverjar vikur. Það er núna komið fundagerðarkerfi sem að heldur út að þetta allt saman. Það er verið að innleiða þetta í svona nefnd eftir nefnd. Já, og það er svo mikilvægt út af því að segjum sér svo bara fyrir fjölmiðla sem að eiga að hjálpa almenningi að stunda þetta aðhald, að þá verða þeir líka geta séð þess að fundagerðir hratt og örugglega til þeir að vinna sitt starf, sko. Já. Þannig að þegar oft talaði mig en þeir geta fengið það ef þeir byggjum það, en það er þessi spurningum sko raunverulegt aðgengi og bara að sé aðgangur. Svolítið aðgangur, er að geta nýst þér eitthvað en aðgengi það eru örugt. Aðgangur er að mega nýta sér eitthvað, aðgengi er að geta það. Samanber sko aðgengi fatlaðara sko. Við höfum öll aðgengi að opinberri byggingu til dæmis sem er opin öllum. Aðgang, við höfum öll aðgang. En svo þarf kannski að grípa til einhverja sértækra aðgerða til að jafna aðgengi. Nákvæmlega. Og það er líka upplýsingum, þeir eru ekki bannað að kynna þér málin, en ef upplýsingarnir er ekki mjög aðgengilegar, til dæmis fyrir aðra hópa heldur en okkur tvö, ég meina sem innflytjendur og umsækjendur alþjóðlega vernd og alls konar svona hópa sem að þurfa nauðsynlega að hafa allar þessar upplýsingar réttindi og þjónustu sem stendur til boða, að ef það er ekki á tungumálum sem þessi hópar skilja, þá er það auðvitað ómögulegt. Þannig að þetta er eitt stórt verkefni, sko, bara jafnt aðgengi eftir því sem hægt er. Og þú myndist einmitt á fatlað fólk og það tengist þessu líka mikið út af því að það er raunverulega þannig að það er hversu sterkt bakland þú ert með sem fötluð manneskja, það er að fara að ákveða það hversu góða þjónustu þú færð í núverandi umhverfi, út af því að sumir eru ekki búin að kynna sér nægilega vel hver réttindi þeirra eru og hver möguleg þjónusta er, en svo er einhverjir sem er kannski með, ég meina sumir auðvitað geta kynnt sér það sjálfur og svoleiðis, en sumir þurfa þennan stuðning til þess að geta gert þetta, og þá eru við komin út í ákveðna spurningu réttaríkis samfélag. Erum við öll rétt fyrir lögum og reglum? Það er bara, þetta finnst mér mjög mikilvægt að leggja áherslu á. Það er þetta að vissa sig endalaust í þessu. Þetta eru bæði miklir aðgengisnördar. En aðgengisnördar. En ég held að þetta sé komið gott hjá okkur. Bara þökkum áheyrnina klárlega og bara gangið þér í baráttunni. Takk fyrir það.